Það er komið að mæleiðsögn fyrir tvíbura. Þetta er opin lestur og á við fyrir suma en alls ekki allra. Svo takið til sín sem eigi. Ef þú tengir engan við sólarmerkið þitt, þá sakar aldrei að athuga önnur merki úr stjörnukortinu þínu. Það er þá einna helst að nefna rísandi merkið og tunglmerkið þitt. En svo getur vel verið að ég sé bara ekki inn á þinni bylgjulengd í dag. Kannski næst. En við skulum dempa okkur í lesturinn og byrja á því að athuga hvað tvíbura ég er að lesa fyrir. Við fáum uppákomur, viðburðir, áskoranir, hvað er framundan á næsta misseri hjá þessum tvíbura. Okay. Og við fáum leiðsögn fyrir tvíbura. Og hvaða áhrif þetta kann til með að hafa á framtíðina hjá þessum tvíbura. Ok, ýmislegt framundan hér. Kæri tvíburi, finnst eins og þú sér búið að fara í gegnum eitthvað tímabil þar sem er búið að vera mikil spenna. Ekki bara neikvæð spenna, ekki sko kvíði og vanlíðan, en sko mikið að gera, spenna, svolítið streita, en mér finnst þetta samt vera í tengslu við sko eitthvað sem þau líkar að gera, en við getum líka alveg orðið þreytt á því að sinna því sem okkur finnst skemmtilegt. Mér finnst þetta vera eitthvað sem að nærir þig og gefur þér ýmislegt, en eins og ég segi, það er komið svolítið svona þreyta, búið að vera spenna, mikið að gera, mikið álag, hvort sem þetta er í vinnu eða námi eða einhverju sem þú gerir, einhverju framkvæmd. Og núna er svona eins og að þú sért að taka skref sko aðeins tilbaka eða sko út úr þessu tímabili með spennuna. Ert að stíga aftur inn í svona ró, inn í hvíld og ert að taka kannski svona svolítið tékk á sjálfu þér. Það er svona tilfinningi sem ég fæ. Svona, þú ert að aðeins að klappa sjálfu þér og taka stöðun á þér, sem er rosalega jákvætt. Af því að það sem er framundan er að þú ert að fara að taka svona hvíldartímabil, hafa svolítið rólegt og ná í jafnvægi fyrir þig. Virkilega gott að sjá það. Og leiðsögnin, ekki örvænta þó að þú finnur fyrir þreytunum núna og ekki örvænta þó að þú sért ekki alveg á milljón skiluru. Þú mátt taka þig frí, það er svolítið að vera bendar á það. Þú mátt taka pásu, þarft ekki alveg að vera milljón alltaf. Og þú uppskerð alltaf það sem þú sáir. Þannig að það er eins og að sért einhvern veginn svona stressað yfir því að þetta sem þú ert búið að leggja á þig að það skilir sér ekki. En það er verið að segja hér, þetta skila sér, þú uppskerð það sem þú sáir. Og þetta hefur alls konar áhrif hérna inn í framtíðina, að nóg að gera, því að þú ert einhvern veginn, þú ert svolítið að storka við örlögunum, þetta er að opna inn á nýjan kafla lífiðinu. Og það er kannski þess vegna sem þú verður svona svolítið stressað, þú veist, eða kvíði sko eftir að þú leggur þetta frá þig og ert að bíða kannski eftir viðbragði eða bíða eftir því að þetta sko skilir sér. Það er sko, jafnvel, ég gæti alveg fara þangað, það er eins og sér búið að vera að leggja rosalega á þig í til dæmis námi og ert búið að fara í lokaprófið og núna ert að bíða eftir að fá út úr því og ert stressað yfir útkominu, en þú þarft ekki að vera stressað þegar þú uppskerir það sem þú sáir. Þetta með námið, það er svona bara myndlíking til þess að útskýra tilfinninguna. Og fyrir einhver ykkar þá er þetta bara bókstaflega það. En enda er þetta líka svona ákveðin kaflaskil, þú ert að skapa þín eigin örlög, þú ert að storka við
Þú ert að velja svolítið brautina í lífinu. Þú ert að færast áfram og upp á við. Alveg klárlega þá er þetta eitthvað sem er að færa þig lengra og nær þínum markmiðum. Þetta er að opna á, þetta er líka svona að opna á ákveðið leiðarljós fyrir þig, þú veist að markmiðin þín og það sem þú vilt verða miklu skýrari og þú ert heilt yfir bara svona á leiðinni fyrir eitthvað svona stórt nýtt upphaf þar sem þú ert að koma einhvern veginn ferskt og nýtt inn í, þú veist, tilbúið til þess að halda áfram, tilbúið til þess að taka slagina eina ferð enn og svolítið svona, já, byrja að nýju. En á sama tíma ertu einhvern veginn að stíga út úr þessu gamla, þú veist, að hefja nýjan kafla. Þannig að fyrir einhver ykkar þá eru þið, svo ég haldi áfram í skólamyndlíkuna, að fyrir einhver ykkar er að klára skólavetur og undirbúa okkur fyrir næsta, einhver ykkar er að klára og mögulega útskrifast og stíga svolítið svona ferski út í lífið. En þetta er alveg klárlega bara einn áfangi á langri vegferð í þínu lífi sem er virkilega gaman að sjá. En megin skilaboðin eru bara það sem þú uppskerð það sem þú sáir uppskerðu, þú uppskerð það sem þú sáir og það mun skila sér og það mun fleyta þér áfram og þú ert á leiðinni upp á við og lengra, þú ert á leiðinni nær markmiðinu þín verða skýrari, það sem þú raunverulega vilt, það verður skýrara og aðgengilegra fyrir þig. Næsta tímabil í lífinu það einkennist svolítið af hvíld og jafnvægi sem mjög ánægilegt að sjá. Fáum smá auka einsýn hér. Það er með þetta verið að stíga svolítið úr svona bardahamnum inn í hvíldina. Og ætlar að fá að flæða bara svolítið svona í þínu, svona ekki ykkur að risa ströngum ramma, sko. Og það kemur aftur, sko, þú veist. Þetta er þú þarf ekki að neinar áhyggjur á því, þú getur haldið sko ótrautt áfram og hérna og þú þarft ekki að lengur að hafa áhyggjur á því að þetta sé eitthvað svona annarkvort eða, þú veist, ég meina þetta er búið að einkennast finnst mér svolítið á svona annarkvort eða aðstæðum að þú fari annarkvort áfram að ekki og núna er því að ljúka þannig að þú getur fengið að flæða meira. Mér finnst eins og að sko sérstaklega námsmennirnir sem að hlusta verði mjög ánægðir með þennan lestur. Svona megin skilaboðin er þetta að þú uppskýrt það sem þú sáir, þú ert á leiðinni hvíldartímabil núna og svo ert að opna nýja möguleika, nýja kafla í lífinu þínu þar sem þú ert að færast alltaf nær og nær markmiðunum þínum. Ég ætla að fá hér að lokum eitt erkienglaspil, örstutt skilaboð sem í lokin. Það er að taka heim og saman. Og það er erkiengill Raguel. Það segir vertu sanngjarnt í öllum aðstæðum og losaðu þínar eigin flækjur eða þína eigin árekstra og mér finnst það vera svolítið frekar þá bara innra með þér að ekki flækja hlutina of mikið, ekki hugsa of flókið og yfirleitt eru einfaldar lausnir bara málið og vertu sanngjarnt og vertu líka sanngjarnt gagnvart sjálfu þér og þannig kemur svolítið inn að það komi eitthvað stærri lestrunum að þú þarft ekki að vera stressað yfir því að fara inn í hvíldartímabil. Þú þarft ekki að vera alltaf á milljón og hafa rosa mikið að gera. Allt í lagi að það sé rólegt á til. En þá ætla ég að segja
þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönn og réttur þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.